the destination. Can you keep me on the ground like gravitation? But it'll soon be time for one big celebration. 'Cause you and I, together we can fly. Það eru framöndan tónleikar hjá þér í menningarhúsinu Hofi á Akureyri og mér langar nú aðeins að forvitnast hvað ætlarðu nú að gera? Hverju ætlarðu að breyta upp á? Það verða sprengjur og læti, sko. Nei, þetta er skemmtilega áskorun af því að ég er búinn að fara og við í bandinu nokkrum sinnum á Græna hattinn og alltaf hefur áhorfendum fjölgað. Ég held að við farið fyrst 2010 og þá held ég að verið 30 og svo komur einhver svona saumaklúbb rétt undir lokin sem var óslega gaman eitthvað, við komum inn eitthvað, já komum við bara inn eitthvað, þetta er ekkert að borga þannig að nú er það Hof sem er svona náttúrulega töluvert stærra svið og fleiri áhorfendur sem að geta mætt en ég held ég séum svona bara í heildina að fara að bjóða upp á einlega og góða tónleika þar sem að ég svona nýt mín best að vera í svona stóru flottu að taka lögin, þá getur maður líka tekið rólegu lögin sko, maður þarf ekki að vera að hugsa eitthvað, ok, keyra áfram þetta partí, þú veist það, það er alltaf bara í sætunum sínum rólegir og maður getur spjallað við liðið, en það sem er svona kannski nýja sem við gerum er að við ætlum að taka lög að því að við erum að fara að gefa út plötuna í nóvember sem verður einmitt á íslensku. Wow, farðu bænum. Þannig að það leynast þarna inn á milli lög sem eru ný og verða íslensku, þannig að það er einhverju sem að hugsa bara hvað er hann að fara að gera núna, en ég held ég ágætis trú á þessu íslenska dæmi en ég lofa samt að við verðum ekkert fastir bara í nýjum lögum, það er, þú veist, maður nennir aldrei að fara tónleika og bara eitthvað ætti þessu monti á þessum nýjum lögum, ég kunnum það ekki. Í Herjólfsdalnum við lífsins njótum, það er svo ljúft að vera til. Við áttu örfum, allt í kring skjótum, samveran veitir byrt og vín. En að fara yfir á íslensku, hvers vegna ákveður að gera það? Mér finnst það eitthvað svo skemmtilega áskorun, sko. Þetta er það er örugglega margt sem spilar inn í. Það er örugglega dúettarnir sem ég gerði með Ragga Bjarna og Bó, svona þá var maður að syngja íslensku og var í góðum feeling. Og svo náttúrulega Eyjalagið í sumar á íslensku. Og ennfremur þá er þetta bara ágætt statement af því að nú er ég bara alveg á lokasprettinum að klára að bara offa samninginn úti. Út af því að þú veist, það er bara ekkert að gerast og við bara, heyrðu, takk hérlega fyrir okkur, þetta var voða skemmtileg viðurkenning en við þurfum að fara að gefa eitthvað út. Og ættum þess vegna náttúrulega að gefa út plötu á Íslandi. Og hvað er þá betra heldur en bara elsku Ísland, hérna kemur plata og hún er á móðurmálinu ykkar. Og ertu þá búin að gefast upp á draumnum með að meika það erlendis? Nei, í raun og veru ekki og það heldur var aldrei einhver svona draumur sem elti mig á eitthvað allt of mikið. Þetta gerist allt voðalega hratt og var virkilega skemmtilegt ævintýri. En það var ekki þannig að ég væri að missa svefn á nóttunni út af því að ég væri ekki að fá símtali frá L.A. Reid að nú færi alltaf stað, sko. Og þvert á móti gerist eitthvað alls konar í millitíðinni á mér, náttúrulega var orðinn tvöfaldur faðir og fóru allt í að spila í byrjunarliði hjá FH og eitthvað svona vitleysa, sko. Þannig að ég bara fagnaði þessu öllu saman. En talandi það, hverju breytir það í lífi þínu? Þú eignast náttúrulega 2 börn bara eittur á bingo, eins og þeir segja, 16 mánuðir á milli og svo einmitt boltinn. Þetta er svolítið uppeyja frá því kannski bara fyrir 2-3 árum. Já, akkurat, það er það, sko, og það gerir það náttúrulega verkum að ég er ofboðslega meir, náttúrulega, nei. Alltaf með tárin í augunum. Orðinn pabbi, sko, er alltaf, en þannig að öll lögin munu fjalla börnin, nei, ég er þjóka, það er ekki þannig. En, nei, ég veit það ekki, ég veit ekki hverju þetta breytir, maður er örugglega bara orðinn ennþá, ég var heimakær fyrir, ég er örugglega orðinn ennþá meira heimakær og það henta náttúrulega líka í boltanum að vera bara heima að chilla milli leikja en nei, þetta er náttúrulega bara draumar sem að, þú veist, maður á sér alls konar drauma og það er gaman að þessir geti ræst líka. En talandi drauma, við erum í Hafnarfirðinum og við löbbum inn og við finnum bara fyrir því að fólki er bara hálf sorgmætt eftir fótboltaleik helgarinnar. Já, nákvæmlega, það er mánudagur núna, þessi leikur var á laugardaginn
og ég veit ekki hvort ég geti zoomað inn í augu mín sko, ég með alveg svona rauðsprengd augu af því að sko ég svo ósofinn, það bara, þetta aldrei komið fyrir mig áður, ég hef oft svona átt ég erfiðleika með að sofna eftir fótboltaleik bara, púlsinn uppi og maður svona að fara yfir stöðuna, en bara vakna núna, til dæmis aðra nóttin eftir þetta, vakna upp bara, okkur nýttu ég geta færið þarna eða eitthvað svona, bara, ég fór bara fram og ég náttúrulega ekki að segja frá þessu, ég fór að horfa á leikinn aftur í nótt, skilurðu, og var einhverju rugli, en, þú veist, þetta samt svona, maður alveg svona að ná utan þetta og líka, sko, Rúnar Páll þjálfari Stjörnunnar býr í blokkinu mínu, ég hitti hann í morgun, sem var bara ógeðslega fínt, mér fannst það ótrúlega hollt og bara af því að ég sá hvað hann var glaður sem frábært, en ég gæti líka sagt honum hvað ég var ofboðslega sorgmæddur og hann alveg fann til með mér, sko. Þannig að, þetta bara boltinn og þú veist, óútreiknanlegur og það það fallega við hann. I feel for you, girl. But I feel for you. I feel for you, girl. Og það varla hægt að kvarta yfir í eiga 2 börn, silfrið, músíkina, það svolítið svona eins og það hafi verið allt. Þetta þú veist, þegar eitthvað svona gerist, þá einmitt aðrir máttavöld bara að segja, heyrðu, ég ætla aðeins að taka heppnina aður og þú farið heilbrigða dóttur í staðinn, skilurðu. Þú veist, ég held að sé bara svolítið þannig. Þó svo ég velti fyrir mér í hvaða trúarsöfnuði Stjarnan sé, sko. Því að þetta gekk allt upp, sko. Það hafa verið bara allir lagst af einhverja svakalega bæn sem þeir hafa lært. En ég kannski, fæ upplýsingar um það. Aldrei að vita. En tónleikarnir fyrir norðan sem sagt í Menningarhúsinu Hofi 11. október og ég veit að miðasalir á menningarhús.is fyrir áhugasamir, ekki bara að hvetja fólk til að mæta og njóta sín með þér. Jú, algjörlega. Mér skilst mér sem miðasalan gangi ágætlega, sko. Þannig að það bara spennandi að sjá vonandi húsið fullt og ég hef nú staðið á þessu sviði áður og þá sem fjármálaspekulant, eða þú veist, við Arjón. Og það er svona partur ástæðinni að fara í Hof að því að þó ég taki nú ekki nema bara einhver 2-3 lög eftir fyrirlesturinn að þá maður einhverju svaka sondi maður og bara feeling og maður bara verða að koma með bandinu, hvað ruglið þetta? Þannig að spennan er mikil og við ætlum bara að njóta okkar í botn. Æðislegt, gangi yfir. Takk hérlega.